Ég menn svekkjandi tap í leik 1, hvað er svona þín fyrstu viðbrögð? Bara svekkjandi að byrja illa og svona mér finnst núna einhvern veginn að við hefðum getið gert svona, verið svolítið einbeittari sóknarlega og varnarlega, bara báðmendu vallarins og þetta er svona þegar leikir eru svona tætt, þú veist, og það er spenna þá skipta þessu litla atriði miklu máli og mér fannst svona í fljótu bragði að við erum svona að klikka því, sérstaklega í byrjun. Já, aðlið byrjun, þið byrjið frekar hægt, þær eru alltaf undan, en samt er þetta hvað munar litlu í hálfleik. En síðan var ég að fá að spyrja, þegar Dani tók hann á rosa rönn, 7 stig undir og allt í voru bara komið nokkur stig yfir. Og hvað, þú vann að teka leiklið þá, hver var pælingin á bak við það? Ég vildi fara yfir ákveðna varnarfærslu sem við þurftum að laga og svo hún var eld og ég var að búið til svona hvað ég segja, isolation fyrir hana þar sem að hún hefði kannski getað ráðist á einhverja lilla varnarmenn og líka kannski aðeins bara til að hvíla þér og kannski svona smá pæling líka. Já. Og svo náttúrulega er engin spurning, það náttúrulega var mjög slæmt að missa hann út af með 5, eða ekki? Mjög svo. En hvað þurfum þið að gera til þess að jafna þetta bara strax á 5? Við þurfum bara að læra betur inn á Njarðvík og okkur, þú veist, að halda fram að gera það vel sem við gerum vel í leiknum og laga það sem við gerum illa. Það er svona ýmislegt sem að þarf bara að fara yfir og bara full að trúa því að við gerum það og verðum bara klárið næsta leik. Það eru mjög litla líkur á því að þessi sería sé búin. Já, klárlega. Það er bara áframgak. Áframgak, já. Takk. Já, takk.